Það voru mættir í Smárabíó fyrir þriðja og síðasta leik í riðlakeppni á EM. Það er Ísland-Austurríki og enn og aftur erum við búin að fá Kjartan Atla til að spá fyrir þetta. Fyrsti leikurinn fór 1-1. Já. Það nældu Íslendingar sér í auðvelt stig. Móti Portúgal. Móti Portúgal. Svo voru Ungverjaland. Það var hvað 2-1. Já, það var svokallar naglbítur. Naglbítur. Eða er það, hvað, er það ekki? Nei, já, er það ekki? Það var svo sannarlega naglbítur og ég fekk bara þetta mark í ennið á mér bara hérna í restina. Já, Kolbeinn Sigurðsson til Íslandi sigur og þannig að Íslendingar með 4 stig í riðlinum. Já. Við náttúrulega vitum ekki alveg hvernig hinn leikinn er að fara í riðlinum. Nei, 4 stig er mjög gott samt. Já, 5 stig á að tryggja manni algjörlega upp í annarsæti, sko. Já. Og sum þriðasætislið fara áfram í EM eins og kannski margir vita. Ok, og þú hótar í lokinn á síðasta einslagi að vera að spila vörnina? Já, ég ætla svona að reyna að vera aðeins varnarsinnari, en ég er samt svona að hugsa, sko, Emil Hallfreðsson skoraði þetta gullfallegt mark í síðasta leik. Já. Eins og þú manst. Já, ég man eftir því. Ég var búinn að drulla yfir hann, sko. Ég hendi honum aftur út vinstra megin. Alfreð var mjög sterkur í síðasta leik. Já. En ég held að sé kominn tími á að legendið Eiður Smári Guðjónsson fá að byrja frammi. Ok. Reyna að halda boltanum aðeins. Og ætlar að kalla inn reynslur og svona í síðasta leik? Já, ég hugsi að gera það. Ég er svona að meta þetta allt, sko. Ég er að spá hvort ég að henda Gylfa hérna út og nei, og Emil það voru með 2 svona. Nei, við höfum þetta svona. Herri, ég er að vinna hérna aðeins með, ég er aftur í svona, ég er ekki sóktjarfur, sko. Herri, Ari, hann er nú bara veikur. Hann er með fjólubláu ör hérna niður. Það er náttúrulega rosalegt. Og það er náttúrulega ekki alveg allir. Við þá líður hann bara illa. Já, þá set ég Theodor Elmar Bjarnason hérna. Hann er, reyndar, sko, er ekki að fara að fá, hann er með 63 hérna í bakgrunum, en hann er náttúrulega réttfættur. Við ætlum að leyfa honum að prófa hér. Ok. Og þá er ég tilbúinn. Þú ert tilbúinn? Ég setti bara Kevin Wimmer inn á út af tóttæratengingunni. Já, og svo erum við með Alaba og Bangar þarna niðri og Arnautovic sterkur og svo erum við með hann. Já, ég er með Arnautovic, maður. Hinter sér hérna fram með risastór. Já, ég var að setja hann inn á í staðinn fyrir eitthvað þarna Janko. Já, ég held þess að Harnix, hann er erfiður líka, sko. Þetta er gott lið. Austurríkismenn eru í 10. sæti á heimslistanum. Ok, hvað er Ísland, manstu það? Hvað er Ísland leikurinn? 20-30 eitthvað. Nó, þannig að þetta verður jafnvel erfiður leikur. Og ég er að sjálfsögðu með fánan aftur. Þú ert með fánan? Í öllum leikjunum. Ég kem alltaf með hann með mér. Já, mér finnst það mjög gott. Ég geym hann í bílnum. Já. Það er dreipið að strauja hann. Já, hann er þessi nýkomin pakking. Það hendur hann bara í aftursæti eftir. Nei, ég brýt hann alltaf saman. Já, ég sé það. Eins og fánalögin sett til. Sérðu, þetta eru opna raflagnir hann í göngunum. Þetta er stórhættulegt. Þetta er stórhættulegt. Það er lögreglumann að verja þess. Já, það er agalegt ef að Emil myndi reka sig í opna lagnir. Við erum komin hérna til Frakklands. Já. Skildi austuríski þjóðsöngurinn fá að óma heldur að þeir séu nú stóri? Það er nú stóra fána þarna. Alles Óter Nix er hérna. Já, aftur ekki. Jú, þeir syngja þjóðsönginn og hann er sláandi líkur Gylfa þessi nr. 11. Þannig að David Alaba. Já, þannig að Alaba, hann er líkur. Já, maður ekki að þegja með þjóðsöngurinn. Já. Þetta er húst. Hvað er stoltur austuríkismaður í dag. Þú fær enga þjóðsöng samt, sko? Ég gæti ekki þagað við þessu, hann Kevin Wimmer. Við erum bara að vaða í þetta. Ertu til í þetta? Já. Ég hef ekki ennþá unnið. Nei, ég ætla að það verður taktiskur. Ég fyrir að opna sterkt. Svo, já, ekki þetta. Ó, sérðu? Harðu, boltinn stoppaði, erum við að spila á gerðugrassi eða? Já, ég veit ekki, við erum bara að spila á Himnaríki í mínum augum, þetta var rosalegt. Stoppaði þarna leið. Það er kannski blautu völlur. Já, kannski reynum við að ég veit. Þetta er ekki að kvarta, það er alltaf versta fólki sem kvartar yfir fótboltaleik. Já, hættu að kvarta því að... Ég ítti ekki að vera tökkar. Veit að... Það er versta fólki í þessu spurninga þáttu með bjallabiluðu. Já. Þannig að þú bara hægur að íta á þetta. Það er bara það málið. Heyrðu. Það er bara að horfa aðeins svo mikið útsvar, sko. Þetta er ekki gott. Heyrðu, já, hvað er að gerast hérna? Koma svo. Nei, ég er ekki að náða það gott. Heyrðu, er þetta fyrsti leikurinn hans? Já, það er hvað er teknísk. Einmitt. En það er ekki gott í honum. Heyrðu. Það er ákveðin gall að vera með rétt átta mann hann í bakverðinu, sko, en við gerum gott úr henni. Ég meina, var ekki Emil að skora í leik 2 með hægri? Jú, það var mannstu því. Já, ég man eftir því. Það veistu niður túr sem ég tekið í svona leik bara. Heyrðu, nei, heyrðu. Það er búið að dæma hérna. Hagnaðarreglan. Hæ? Já, sérðu hvað dómarinn er að halda þessu niður. Ég held nefnilega að Gylfi hafi verið rangstæður hérna í sendingunni. En
sko, Jóhann Berg, en broti kemur hérna og... Það er ekki boltinn allan tíma, Boltinn löppin á manni, já, jú. Þetta var svakalegt. Vel varið maður. Já, þetta var svakalegt. Gylfi aðeins og sko, meir út í hotninu á þetta mark. Já, þetta var rosalegt. En þú fær hótspinnu, hvernig ertu í svona förstu leikadrifum í þessu leik? Ég skoraði mútið, hvað er síðasta leik, fannstu? Já, reyndar. Já, þetta er fínt sko, þetta er alltaf góð taktík að klára sóknina. Já, með skoti, það er alltaf mjög góð, þetta er klassíst. Setja bara boltan aftur hér og það getur við stilt upp. Herri, ég ætla bara að dúndra fram, marga á miðjunni sko. Hávaxinn sóknarmann. Þessi tekník er hitt maður. Áður Alaba getur verið að spila með bæinn næstari. Heyrðu. Já, allan tíman. Það er hvað gott af Emil á kantinum, hann vinnur vel inn í miðuna. Emil var aldrei að kíkja boltan. Já, en það er nú pikk í hann. Já, fyrst í mig. Það var svakalt. Heyrðu, þú ætlaði að gera eitthvað stórkostlegt. Alaba, hann er alltaf frábær skotmaður. Já. Ég myndi skjóta þarna. Er það? Er þetta ekki langt frá það? Jú, ég er að reyna að fá það til þess. Já, sko, ef ég myndi sveigja hann samt. Hvernig líst þér á það? Sveig 18. Sveig 18, hvað? Sérðu, nei, heyrðu. Hvernig, sérðu? Það eru taktu aðeins með tími í það. Sjáðu. Okay, Tróttu þessu segi. Búm. Það er gott að taka hérna 4 daga í aukaspyrnuna og setja svo 12 metra yfir og framhjá. Nei, þetta sleikti slána. Kannski ekki sleikti, en hérna, en svona. Ég elska íslenski að 12-an mætt hana með bannar fyrir aftan. We are here to win. Já, og all or nothing. Já, þeir eru með slagorðið á hreinu. Það er gott að það sé líka á ensku. Það er mjög gott að hafa þetta international. Þetta er, já, 12-an það. Sérðu. Og... Búm, nei, heyrðu. Frábær sending. Hvað var þetta, maður? Hannes kemur loka skotvinklunum. Sérðu. Þrengdi skotvinklunum. En sérðu. Af hverju kláraði hann ekki að fíbla Hannes? Íður eru ekkert komist í takt í leikinn. Nei, hann er alveg úti. En sjáðu, Alaba. Næst sterkur. Það eru 2 í honum, þeir ráða ekkert verið. Og Östuríska stáliðin. Jep, boltinn. Nei, heyrðu. Býttu nú við. Koma, nýta hraðinn, og koma, hlaupa þetta. Hún nýta hann ekki hæðina, sérðu. Hættuleg sending aftur en Hannes leysir þetta vel. Taktískt eftir Ísland og... Ertu sáttur í hálfleik? Ég er mjög sáttur. Er þetta eins og þú varst að spila þetta? Ég er svona rifja þegar ég spila við fyrir hálfleik. Þetta er versti fyrir hálfleikurinn minn, samt til þess að... Nú er það? Nei, possession 70, ok, ég tek þetta tilbaka. Þetta er rosalegt. Og enn og aftur er íslenska liðið með í kringum 80% í passes completed sem er mjög gott. En það er ekkert skot á mark. Nei, og þú ert enda með 44% sendingaprosentu. Já, takk fyrir það. Það er Alaba búinn að hann er á slæma dag. Ég kíkti náttúrulega ekki á heilsufarið á honum hann fyrir leik. Nei. Það hlýtur að vera blár, sko. Blár og marinn. Já, blár og marinn, heyrðu. Við sjáum núna. Heyrðu. Þegar maður er að leika sér að eldinum, þá er manni refsað. Heyrðu! Af hverju? Það var að skilja svo okkur og Birkir framalega. Búm, átti aldrei breyk. Og hefði verið gott að geta tekið yngastir hratt. Já, það er ekki því að heilsa í PS. Og, ok. Hættulegur staður, sjáu þið. Nei, kemur Hannes vel vakandi. Hannes kemur þarna, svíper, keeper, kemur þarna fram. Þetta er rosalega að sjá þetta. Hann er bara eins og, hann er eins og Neuer, Hugo Lloris. Hann er alveg eins og þessi stóru nöfnin. Það var aldrei ískaldur allan tíman, koma svo. Og upp í horn. Hvað er að gerast hérna? Hann er aldrei að fara að gera það. Og þarna! Vel varinn! Hvað gerir Hannes sem maður leiksins? Og hann er ekki búinn samt og kemur hérna, sérðu. Rekur í þetta tána og svona vel gert. Koma. Nei, þetta er...
Ítti mistan hann langt frá sér. Ég er svo einbeittur, ég get ekki talað hérna sko. Heyrðu, þetta var boltinn allan tíman. Já, þetta er enginn að væla mig. Nei. Herðu! Þetta er Eiður sko. Ég veit að maður. Þó hann borði mikið skýr þá get bara hamra niður. Þetta var rosalegt. Ég held að, sko. Herðu, Eiður er alltaf sláandi líka. Ég er alltaf búin að eiga 20-30 ár bara til að búa andlitið á honum til. Já, ég held að sem að fara í hérna. Endur taka leikir eins og mútið Ungverjum eða? Nei, heyrðu, það er beint í skot. Já, ég bara koma skot á marki. Já, ég er náttúrulega með Almer í markinu. Hann hefur sopið ímsa fjöruna þegar kemur að löngum aukaspyrnum. Jón Berg stendur af sér tæklinguna. Hann er með svo öflugan vinstri fót. Þetta er að skemmtilega við PES fyrst mér. Það er skemmtilegt að skjóta fyrir utan. Já, þetta er mun betri eins og í FIFA til þess. Já, FIFA það er one in a million sko og skora fyrir utan. Heyrðu, það er korter eftir. Hvað þarf að gera? Þetta var svo lélegt, þetta var fáralega lélegt. Það er að prófa einhverjum nýjum. Nei, heyrðu ekki, var þetta skára. Og koma svo. Drengir, Austurríki. Sjáuði Aron innan. Theodor Elmar, sjáuði. Gerið þetta fyrir Vínadrengjagkórinn. Koma svo. Það er mjög vant að hjarta í Austurríkismennina. Já. Það er eitthvað að peppa það upp hérna. Vel varið á vinninu maður. Rosalega Gylfi datt þetta inn. Ég nefndi kórinn og það var allt brjálað í liðinu. Hvað er að gera? Sérðu? Theodor Elmar er vinstri bakan. Já, hann er að gera þetta mjög vel sko. Mjög vel. Þarna var reyndi á Austurríkismanninn. Sérðu, þetta Emil er búinn að eitthvað Kolbeinn. Sérðu, allar að koma með eina alveg sjóðandi sveit. Og Eiður! Nei! Verður kjartan í! Þetta var ekki, hvað ruggla? Sérðu? Hérna, sjáðu fagnir! Þetta er alveg fagnir! Þetta er alveg fagnir! Rosalega, þessi leikur hefur allt. Og Hannes hvetur! Sérðu? Þetta er ekki hægt sko. Það er Kolbeinn sem vinnur boltan á vengnum. Sjáum þetta aftur hér í hægri endursýningu, kæru áhorfendur. Sérðu, þetta tekur hann. Kolbeinn Sigþórsson. Kolbeinn, hann barðist eins og ljón þarna. Vinnur sig hérna upp í hornið. Hvað gerir hann? Setur hann fyrir, sérðu. Hann ver í slána, Stöngina. Stöngina minna ekki. Því ég get alltaf að tala sko, þetta er alveg rosalegt. Sérðu, ver í stöngina, sérðu þetta, hann sá boltan allan tíman. Hann var óheppinn. Austurríski markmaðurinn, en sérðu? Fagnir og hann er með opinn munni. Já, en kissir báðar hendur. Hann segir áfram Ísland, ég er komin heim, segir hann. En ég hef smá séns. Já, ég held ekki. Sérðu? Ég á bara ekki breyki í þessu sko. Það er 1 mínútu upp á tíma, það er konar 4 mínútur yfir. Já, fram með þetta Almer, fram með þetta segi ég. Og flauta til leiksloka! Ísland vinnur riðilinn. Þetta er svakalega sko. Sérðu hvað hann er með stóra munn að Eiður? Hann er að vinna svolítið með hann. Hann er með skýr dollu upp í munnum. Já, hann er bara, hann er bara 60% með boltan, 75% sendinga, Ertu til í engunir eða? Já, kíkjum á það, sjáum. Það er Guð Jónsson. Já, hann á þetta skilið. Sko, ég ætla ekki að hrósa sjálfum mér. Jú, ég ætla að hrósa sjálfum mér. Já, komdu með það. Ég setti Eið Smára í liðið og hann deliveraði. Ok, í leik 2 settur Emil í liðið. Taktískt nef. Og hvað gerist í leik 2? Já, skoraði Emil glæsett mark. Þetta er náttúrulega og Theodor Elmar, hann fær solid 5 í enguna. Já. Hann var þetta mjög stann betur en þessi engun segir, sko. Já, ertu sáttur við leikfélagsmanna? Ég er mjög sáttur. Við erum að fara hérna með 7 stig upp á riðlinum. Já. Auðvitað Portugal, Ísland 1-1. Já. Ungarland 2-1 og svo 1-0 mútið Austurríki og við erum að skora á loka mínútur. Þessi þýðir, Ísland er í betra form en hinliðin. Já, það er bara þannig. Það er formið að detta inn, það er skýrið, það er bara harfiskurinn og taktikinn og það er allt að koma saman. Það er íslenski fáninn. Þetta dugar til að komast upp á riðlunum, eða ekki? Jú. Þetta er svakal. Myndi drepa að setja hann fáni í vél því líka. Það er svona... Já, hann er að halda. Þetta er mjög gott. Siglum þessu flagstöng. Þannig að ef þessi spá stendur, 7 stig, þá er Ísland að fara áfram. Já. Og ég þakkaði bara fyrir þetta. Hvernig var upplifunin? Það er að spila í Smárabíó. Þetta er bara með skemmtilega sem ég gert. Er það? Já. Þetta verður kannski reglulegur ívent hérna, ef við höldum við svo fram. Ég er bara one call away. Já, nákvæmlega. Ef við hvetjum fólk til að kíkja í Smárabíó og vilja kíkja á stemminguna, þá var Austurríki 1-0 fyrir Ísland og við skulum sjá hvort það fari svona í kvöld. Maður veit ekki. En þetta er allavega spáin 7 stig og ég þakkaði bara kærlega fyrir þetta að niðurlægja mig í öllu leikjunum. Já, ég er alltaf tilbúin í það. Já. Og við bara segjum áfram Ísland. Já, þeir geta að slökka á þessum vélum. Þetta er náttúrulega komið nóg. Ég er búinn að fá nóg af þessu hérna.
Unleash your refreshing citrus kick. Do the do.